Alright, í þessu vídeo er ég að fara að kenna þér einmitt hvernig þú átt að vita hvaða business model eru best fyrir þig, depending on personalityinu þínu. Þú veist, þú ert introverted, þú ert extroverted, þú ert manneskja sem elskar að tala við fólk, þú ert manneskja sem er góð að selja, þú ert manneskja sem bara hatar að tala við fólk og bara nennir ekki að bara vera í social, þú ert ekki í social manneskja, áskilja að meina. Ég er að fara í gegnum, í iPodunum líka í dag, þú veist, fara í gegnum einmitt hvað ég að fara eftir og þú veist, hvað þið ætti að setja tíman ykkar í og það er mjög mikilvægt að þá ert að byrja í business að þú bara sem fyrst nær að nella á rétta business model handa þér. Þannig að with that being said, hvaða business model eru best í 2026? Þú vendalega er til, þú veist, ég ætla bara að droppa öll business model sem er hérna, dropshipping, ég veit ekki hvað dropshipping er, trading, síðan er AI partnering, síðan er crypto slash token launcher, síðan er sales, sem er sales slash closer, segja ekki þetta, closer, sem er manneskja, ég mun útskýra handtöku closer slash setter. Ég hef haft fólk í hópnum minn sem greiða fullt af penning með svona. Sales, crypto, AI partnering, trading, dropshipping, Amazon, FBA, sem líka til e-com, sem líka til, I think that's pretty much it, reselling líka, sem fólk gerir svona reselling. En ég ætla að sýna ykkur nákvæmlega hvað þið eigi að gera og það er verið að pæla í þessu svona. Dropshipping, er það best í heimum núna? Nei, það er outdated. Ástæðan fyrir það hverju það er outdated er út að það eru svo margir sem reynda að gera. Þú veist, þá myndir fara aftur í 2015, 2013, go for dropshipping, það er það besta. Það er nei, ekki fara aftur í dropshipping. Trading, ég er að segja við eitt sannleikann sem mest að fólki veit ekki, en trading, manneskjur sem kenna trading, manneskjur sem segja þessi að trade á fullu, það er græða mesta peningur úr brókerinum, úr appinu eða hvað sem út að treyta á. Þú veist, það er fá þig til að koma inn, þeir fá pening úr hverju treyti sem þú gerir. Þannig að þeim er skýt sama að þú fær pening eða ekki. Þannig að trading er ekki besta leiðin til að fá. Og það flesta manneskir sem voru í trading það tóku þeim 2, 3, 4 ár í mínusi þannig að þú byrjaði að græða pening. AI partnering, þetta er ennþá, og ég myndi segja persónulega, þetta er það sem ég hef sýnt ykkur mjög oft, AI partnering er einum af bestu leiðin til að græða fullt af pening nú þegar í 2006 líka sem beginner. Þú ert basically, þetta er AI partnering slash shadow operator kalla ég þetta. Shadow operator. Hvað þýðir það? Það þýðir að þú partnerar upp með fyrirtæki, slash influencers partnerar upp með fyrirtæki slash influencer og þú hjálpa þeim að græða meiri pening með marketing og AI. Það sem þú gerir, einfaldlega að segja. Crypto slash token launcher, hvað er það? Crypto og token launcher, það er, þú veist, það er basically þú ert að token launcha þarna, þú ert að launcha meme coins. Eina vandamáli við þetta er að þegar, þú veist, fyrir svona, hvað sem er, fyrir svona mánuði, 2 mánuðum síðan, það er svona, hugsaði ég ekki að þetta var að besta, fyrir mánuði, 2 mánuðum síðan, er að þú gast bara röggpúla fólk og þannig og það var einlega að græða pening, en nei. Núna, það er nýtt plattform sem ég á part í, sem heitir Xtrends, sem margir ykkar veita nú þegar. Xtrends, og í Xtrends getur þú launcha coins, þú getur launcha coins af þér eða af frægu fólki sem er nú þegar með communities og þú fær borgað, þú fær pening úr fees sem þau borga fyrir að jumpa coinni, fees, og áttu líka 5% af supply af coininu. Þannig það, svo skilir, manneskjum skilir þetta ekki.
það eru 1000 tokens í einu meme-coini, þannig að það eru 1000 coins í einu meme-coini. Þú ámið því að borga neitt, fólk þarf að borga til að fá tokens. Þú ámið því að borga neitt á úr token launcher, það áttu automatically 50 tokens. Og segjum að coinið fer upp í $500, sem ég get sýndir examples af fullt af tokens sem hafa farið upp í yfir $500 hjá okkur, yfir $1000 með þess að, þá ert þú nú þegar hérna með 25k dollara sem þú fékkst úr einum token launch. Það er hvað crypto token launch er. Þannig að AA partnering, crypto token launch, approved. Síðan sales, closer / setter. Það er basically, þú veist að það er fullt af frægu fólki online með fullt af followers. Það kemur að, þú getur hugsa hvaða influencer sem er. Þau eru að selja coaching. Það sem þau eru að gera. Geggja. En til að selja coaching, þurfa að hafa manneskjum sem selja að handa þeim. Þau þurfa vantilega að fókusa á content, þau þurfa að fókusa á marketing, þau þurfa að fókusa á allt þetta drasl. En þau þurfa að fylla af closers og setters. Þetta eru manneskju. Setter er manneskja, til að útskýra þetta einhver setter, er manneskja sem svarar skilaboðum inn á Instagram hjá fræga fólki. Þá sendur það frægt fólk, það er aldrei manneskjan sjálf að svara. Það er setter að svara, SMS á IG. Og hvað eru þeir að gera? Þeir eru að reyna að bóka þig. Þú ert að reyna að bóka manneskjur ég ætla að gera svona, reyna að bóka manneskjur í call með closer. Closer tekur callið og reynir að selja vöruna. Reynir að selja vöruna. Hvað sem er, coaching eða hvað sem er. Segjum að varan sé $10,000 sem eru að selja. Og þau selja. Closer fær 10%. Þannig að hann fær $1,000 bara úr einu calli. $1,000. Og setterinn fær 5% sem er $500 bara fyrir að svara skilabóðum á Instagram og þetta $1,000 bara fyrir því að closea calli, bara fyrir því að hoppa call með mannesku og leyfa þeim að borga þér. Og mannesku sem eru frægar nú þegar, þær þurfa ekki að konvinsa mjög mikið fólk til að borga þeim út að fólk treysta þeim nú þegar og þeir eru nú þegar frægir og þau vilja borga manneskunum á skana. Þannig þetta er easy. Vantar ekki easy, þetta er einfalt money. 10% af öllu sem þú selur fyrir enn influencer. Segjum að influencer gerir $100,000 á mánuði sem er bara mjög einfalt fyrir svona influencers. Eða jafnvel suma influencers sem ég er að vinna með sem er að gera yfir $1 million á mánuði. Þá ert þú að fá $10,000 plus á mánuði bara frá að vera closer. Eða $5,000 plus bara frá því að vera setter. Og með þessi þrjú aðalega, góður hluturinn er að með öllu þessu AA partnering, token launcher og sales og closer ertu með location, time og síðan money, so financial, freedom. Sem er aðal hluturinn við öll þessi þrjú sem er geggja. En núna næsta Amazon FBA. Þú ert að dependa á Amazon til að byrja með. Og flókið til að byrja með, þú ætti að vera með warehouse. Profit margins eru fucking low. Profit er svona 10 til 30%. By the way, profit hérna á AA partnering er vanlega svona 80 til 90%. Crypto er pretty much svona 90%. Og sales er 100%. Það er engin expenses sem voru með. Nei, ekki dollara heldur. Ekki $100 heldur 100%.
100% út af þú ert ekki að gera vinnuna. En hvernig veistu samt hvað þú ert að gera? Ég mun útskýra þetta smá. Amazon, low profit margins, ekki fyrir beginners og flóki. E-com pretty much alveg eins og Amazon, low profit margins og flóki til að byrja með. Reselling, potential er of lítið. Potential er of lítið, þú ert ekki að fara að græða fullt af pening. Þú ert að líka að kaupa fullt af vörum, kaupa bara mass og bara kaupa, þú veist, 1000 vörur sem kosta, þú veist, $10, þá ertu hvað, $10.000 sem út að investa $10.000 og síðan þetta selja allar þessar vörur fyrir $20 til að gera $10.000 profit sem bara er of flókið fyrir peningin sem þú ert að fá, of flókið. Þannig að aðal 3 myndi ég segja persónulega, sales, crypto og ég partnering, en hvernig veistu hvað þú ert að gera persónulega? Þú verður að hugsa þetta svona, það eru aðalega 3 típar af manneskjum í heiminum. Það er manneskjan sem er mjög extroverted, sem elskar chaos. Svo elskar vandamál og elskar að solva vandamál og allt þetta. Síðan er manneskja sem er extroverted, getur líka verið introverted en aðalega extroverted, sem hatar chaos. Sem bara hatar chaos. Og síðan er manneskja sem er bara super introverted og nennir ekki að tala við fólk og nennir ekki að gera allt þetta. Þegar þú ert extroverted, þá ert manneskja sem bara elskar chaos allt þannig og verður að búa til business. Þegar þú ert í þessu, extroverted en hatar chaos, hatar að vera með all vandamálin sem kemur með að vera með business, þá ert að vera closer, eða bara salesperson. Þá ert að fá prósentu af öllu þessum business. Og ef þú ert introverted, þá þarf þetta að vera token launcher. Token launcher. Eða þú getur líka gert copywriting, en það fellur kannski inn í business/salesperson. En token launcher, og það þarf þetta aldrei að sína andlitið þitt. Andlitið þitt þarf aldrei að vera neins staðar. Þú ert bara að gera token, bara meme. Eins og til dæmis, þú getur fara á Actions og checka á memes og bara gera fullt af memes. Og síðan tekur það sem að byrja í $5 og tekur það upp í $500. Það gerir þig 100x. Núna fóst þú frá því að eiga 10, 50, $500 í að eiga $25.000. $25.000. Þannig að svona er að vera token launcher. Þannig að ef þú ert introverted myndi ég mæla með token launcher eða copywriter. Ef þú ert extroverted þá myndi ég mæla með salesperson þegar þú hatar chaos. Og ef þú elskar chaos, ef þú elskar að solva vandamál og ert extroverted, þá farið í business. Þetta er hvernig ég myndi gera þetta. Ég get farið miklu dýpra í þetta, það kemur að í masterclassinu eða bara í öðru vídeum í þessu í YouTube channelinu mínu. Þannig að with that being said, ég vona þetta vídeo hjálpaði og ég sé ykkur í næsta vídeo.